Góðan daginn, kæru vinir og velkomin. Við erum að fara í einhverja góða ferð sem við erum ekkert að undirbúa en það er ekki mann sem undirbýr þetta allt fyrir okkur og því hann vill skila okkur báða leiðir og ekki bara skila okkur báða leiðir heldur að búa svo á hnút að eitthvað komin út úr þessu gott. Og það er nú reynslan okkar að alls konar gott hefur mætt okkur á þessum ferðum og við erum alveg sátt við það. Vegna þess að við erum nú að þessu til þess að bæta trúarhaginn okkar svo lítið og vera svona styrkari í trúnni en við vorum kannski í gær. Þannig bætum við smátt og smátt í sarpinn og það er nú bara reynilega vilji Guðs að við gerum það. Það vill enga lognmollu í kringum sitt fólk og hann gerir það sem þarf til þess að viðhalda eldi og ætli maður sé nú bara ekki sjálfur bara vísbending það að eldurinn getur alveg logað svo lengi bara sem maður dregur andan. Eins og ég oft haldið fram og sumir af ykkur vitið að ég er búinn að vera við þetta í yfir 30 ár og eldurinn ennþá, sennilega aldrei meir en í dag. Hvernig er þetta hægt? Í þessum fall og alltaf heimi sem í raun hefur ekkert að gefa, er ekkert nema sorg og sút. Hvernig er hægt að láta eld í sér loga frá degi til dags árum og áratugum saman? Það er bara ein leið sem hægt er að benda á í sambandi við það, lifandi Guð. Þannig að hann er raunverulegur og hann er til og hann er engin blekking. Hann er ekkert komið vegna þess að eitthvað skemmdist í toppstykkinu og einhverja blaðsíðu þar fugg út í buskan, það er ekki þannig. Heimurinn hann segir hvað sem hann vill og hann er náttúrulega búinn fyrir löngu að bulla sig í kaf en þetta er nú ekki raunveruleikinn samt. Drottinn er og hann heiðrar sitt fólk, veistu af hverju? Að við trúum á Jesú Krist og af hverju? Trúum því líka að hann, Drottinn Faðir, Guð Faðir, sendi þennan einstakling gagngert einvörðungu til að gefa mér færi á að komast til sín. Þú segir þetta með mér. Gefa mér færi á að komast til sín. Og vegna þess að eldurinn logar og allt er reiðu, við vitum það, að þá líka erum við sýnum á okkur það í verki að við séum það sem við segjumstum vera og við boðum. Og vinnum leynt og ljóst að þessu verki að trúin haldist, vaxi, aukist og trúin vex þegar hún vex í þér og trúin vex þegar þú boðar trú og Drottinn miskunnar sig yfir viðkomandi, þá hefur bæst við einn trúaðan mann í hópnum og þar með vex trúin. Það er einum færra í heiminum sem hefur þó mist þennan eina yfir til trúaðra, en hann blómstrar af lífi. En hann þarf að átta sig á því fljótar en seinna að hann ber alla ábyrgð á þessu sjálfur, hvernig framvindan er hvað trúna varðar. Það getur enginn borið neina ábyrgð þar fyrir hvorki mig eða þig. Og ég er afskaplega þakklátur maður fyrir það að Drottinn gaf mér skýra mynd af þessu mjög fljótt. Og það er eitt af því sem að ég hef verið iðinn við að tala við fólk, að takiði á þessu eins fljótt og þið getið. Leyfiði reynslu mann og kvenna að tala til ykkar mikilvægi þess að byggjast hratt upp í Jesú nafni. Hvernig gerum við það? Við náttúrulega byrjum á því að sökkva okkur ofan í orð Guðs.
Drottinn sér þetta allt, það alveg rétt. En hann á til mann og konu sem talar þetta og talar þá af sinni reynslu, og það að tala við mann og konu sína reynslu hefur alltaf sitt að segja. Við köllum það líka vitnisburð, sem við hvetjum hvort annað til þess að segja og gera sem mest af, og það vel hægt að taka undir það, því hann hvetjandi og drífandi og allt saman það, en tekur ekki af þér ábyrgðina að eiga við orðið sjálfur og sjálf. Þannig þetta þarf alltaf að vera með í pakkanum þegar verið er að tala og til að mynda að segja vitnisburðin. Ég veit að hann getur verið drífandi og allt það, en það kemst engin neitt í Guðsríkinu á mínu vitnisburði. Það sem hann kemst hann á orði Guðs í sínu eigin hjarta, og það alltaf markmiðið. Láttu orðið í hjartaðínu blómstra. Og þess vegna erum við líka að þessu, við viljum sjá það blómstra í þínu hjarta. Það gleður okkur meiri gleði en þig líklega grunar og kannski grunar. Það gleður Drottinn allri gleði þegar hann sér vilja þinn til þess að vilja fara með sjálfan þig þessa leið. Þess vegna segjum við og stöndum við að trú ekkert annað en vinna. Að trúa á Krist oft og tíðum mjög strembin vinna vegna þess að ástandið á okkur, það svo misjafnt. Það stundum svona og það stundum einhvern veginn allt öðruvísi. Og þegar það þungt og þreytt, þá verður líka fyrir okkur þungt og þreytt að halda okkur við það sem Guðs. Og að því að við erum svo nálægt uppgjöfinni, þá hún alltaf að banka í okkur. Hún alltaf að spyrja spurninga, eins og til hvers þetta allt? Þetta uppgjöfin. Hún talar svona. Hún ekki hvetjandi né drífandi. Og þetta býr í þér, og þetta býr í mér. Þetta býr í öllu fólki. Þannig að allt þetta til taks, og en orð Guðs getur unnið á þessu öllu. Sérst í þungum þanga, og þú veist þetta, þá ferði orð Guðs, það hvatt til þess. Þar segja, ef þú leyfir trúnni að etja þér þangað, hún gerir það sem rétt, en ég tilbúin til að hlusta? Það alltaf sama svarið sem að ég hef. Og ég verð að hvetja sjálfa mig til þess að hlusta. Ég verð að hvetja sjálfa mig til þess að heyra rödd Guðs. Og það geri ég með því að þjálfa mig í að heyra rödd Guðs, og heyri hana. Ég tel mig heyra hana, já. Ég held að þessi eldur varla logaði eins og hann hefur logað í manni í öll þessi ár, ef að maður heyrði ekki til Guði. Það held ég að haldist alveg í hendur. En þetta ekkert bara gefið mér, þetta gefið okkur öllum. En eins og við erum ofta að tala hér, misjafnt hvað menn leggja á sig við að hafa þetta í hendi. Sumir hafa ekki enn áttað sig á því að trúin ekkert nema að vinna. Og þú, minn kæri, aldeilis ekki atvinnulaus manneskja með því að iðka þína trú. Ég langt síðan ég fór út af vinnumarkaðnum í sjálfu sér. Þegar ég fór inn í kirkjuna í kringum 2000 og þá fór ég út af vinnumarkaðnum. Ég get alveg sagt þér það að ég hef aldrei síðan litið á mig sem atvinnulausan mann. Ég hef alltaf litið á mig sem mann í fullu starfi, og það geri ég enn. En núna ég orðin löggilt, ég vil nú ekki segja, ég orðin þykk orðið ellilaun, eins og allir aðrir Íslendingar sem hafa náð aldri, og ég náttúrulega held bara áfram við það sem ég að gera. Það líklega þýddi nú lítið fyrir mig að reyna að fara á vinnumarkað, með þetta svo sem aldrei hvað getur gerst. En það líklega ekki margir möguleikar þar.
úr því sem komið er. En ég er ennþá á fullu við það sem ég er búinn að vera við síðustu 30 ár og yfir 20 ár bara í þessu. Og ég sé ekki eftir sekúndu sem ég hef eytt í þetta verkefni. Þetta er mest gefandi verkefni sem ég hef lent í og ég get alveg sagt þér það að tímarnir að baki eru orðnir alveg griljón. Þú sem ert í Guðs ríkinu, ert að starfa þar, þú situr nefnilega ekkert aðgerðalaus. Það er aftur á móti þunglindið sem situr aðgerðarlaust og auðvitað letin. Þannig að letin á ekki heima í Guðs ríkinu. Þunglindið, ef að maðurinn er þannig gerður, þá getur það auðvitað komið. En þá hefur hann orð Guðs og orð Guðs vinnur á því eins og öllu öðru sem kemur í mannsins veg. Þetta býr allt í okkur sjálfum. Og ég er nú orðin svo slæmur í þessu að ég er nú farin að líta á það þegar menn tala Satan, þá sé það bara afsökun. Þú sér nú hvað maður er orðin neðarlega í þessu öllu saman. Ég tala bara afsökun í dag. Drottinn er að sýna mér aðeins betur og oftar að hann er ekki þessi skelmir sem við segjum að vera. Eins og ég oft talað að þá virðist svo vera að Satan sé miklu meira að valsast í kringum fólk heldur nokkuð tímanandi Guðs. Hvernig má það vera? Þið sjáu þetta stenst ekki. Við þurfum að tala það sem að Drottinn er að bjóða okkur að tala því hann vil að okkur líði vel. Og hann veit að okkur líður betur þegar við náum að takast á við það sem er að plaga okkur. Við þurfum ekki að fara langt til þess. Þetta býr allt í okkur. Maðurinn er fullur af kenndum og vísnum. Sagði einhvern tímann einhver í einhverju ræðu sem að ég heyrði og mér fannst það gott hjá honum. Hann er nefnilega fullur af þessu. Við þurfum ekkert annað aðeins að staldra við til þess að sjá öll þessi ósköp. Við erum að föllnu eðli, það er rétt. En guðlega eðli reis upp í okkur og ýtti þessu fallna eðli út. Og Drottinn segir okkur að deyja sjálfum okkur. Hann hvetur okkur til þess að vera bara í þessu guðlega eðli. Því hann veit að ef við gerum það ekki þá eigum við til að kalla þetta fallna eðli yfir okkur aftur. Og hvað er í þessu fallna eðli? Allt sem þú vilt ekki hafa hjá sjálfum þér. Það er þessi þungi þangi og döpru hugsanir og uppgjafu hugsun og allt þetta. Þetta býr allt þar. En þegar þú nærð að toga upp andan, og það er í og með þess vegna sem við erum að, þess að við viljum hjálpa fólki og sjálfum okkur til þess að toga upp andan, þá er ekki hitt til staðar. Þú hefur séð fólk, kristið fólk sem er alltaf lifandi og kvikk. Ekki halda það eina sekundu að þetta fólk hafi ekki þurft að hafa fyrir ýmsu í lífinu. En það er komið með sjálft sig á þann stað að það er í raun og veru ekkert sem mæðir þetta fólk svoleiðis lengur. Við erum til að mynda með COVID og ég heyri fleiri tala með uppgjöf COVID. Þetta fer aldrei, þetta hættir aldrei, þetta er ekkert að vesinn kringum þetta COVID. Ég get alveg tekið undir það að það er það, þetta er ekkert að leiðindi kringum það. En ég hef ekki leyft því að koma nálægt mér þannig að þetta sé eitthvað að búa til fyrir mig einhvern dabran dag. Drottinn hefur nú gefið mér það æðruleysi að maður bara horfir á þetta og hvað get ég gert? Ég vel fyrir mig að ég vil bara lifa mínu lífi. Það er mitt val og ég hef gert það. En ég veit alveg hvað er að gerast.
og ég hef upp allar þar varnir sem ég veit að ég þarf að gera til að fá ekki þetta COVID. Þó ég sé búin að fá COVID einu sinni þá veit enginn í raun og veru hvað það merkir. Hvort að þetta einhver vörn, jú það nú einhver vörn í þessu, held ég sé nú alveg á hreinu. En hvort að þetta bara, verði ekki aftur, það veit enginn. En það virðist ekki vera aftur, ekki verja mann alveg. Við vorum í sambandi við þessar pestir sem að menn hafa fengið sprautur við. Og við veitum líka að þær sumar, ef þú fékkst þær og komst í gegnum þær, að þá ertu komið með vörn gegn þessu til bara á meðan þú lifir. En það ekki, menn ekki alveg á einu máli með það og fæstir held ég eru á því með það áleita að þetta sé einhver vörn til frambúðar. En ykkur að segja, þá bara held ég að enginn viti þetta með vissu. En það dæmi þess að menn hafi fengið COVID, þó þeir hafi fengið einu sinni. En ég reyndar veit ekki með þessar pestir sem að menn fengu og sagt var að þetta væri þá bara að baki fyrir viðkomandi, hvort til séu dæmi það að menn hafi þrátt fyrir það fengið þetta aftur. Ég veit það ekki. En það gæti alveg verið. Þannig að það kannski ekkert skotelt sem við gerum eða fáum. Þetta svona eitthvað, það ekki mikið talað um þetta, hvernig þessi mál eru. Það bara verið að berja á liðinum, bara látið sprauta ykkur. Og það svoleiðis að raðirnar alveg bara, maður bara lítur ekki á þetta einu sinni. Þetta kraðak. Ég vil nú bara segja það alveg svo það er. En samt ætla ég að lifa áfram mínu eðlilega lífi eins og ég get. Og það þetta, að sústast í kringum lifandi Guð og vinna þau verk sem hann vill að ég vinni og ég að frá morgni til kvölds. Ég kann vel við það. Þannig sem maður hefur gert síðustu 30 ár eða meira. Ég kann vel við að vinna og vinna mikið. Og besta vinnan sem ég í, hún akkurat þessar mundir. Tíminn fljótur að líða og dagurinn fljótur að líða, hann alltaf fljótur að líða. Þegar maður hefur svo mikið að gera. Þetta það að starfa í Guði. Og fara í gegnum þetta allt saman bara brosandi. Það ekki bara gott. Þú getur verið þarna. Þú getur líka verið á stað mæðurna. Þú getur verið á stað þeim sem bara, og þú tekur höfuð á þér og allar þessu öldur að líða og þú leiði þetta ekki. Það ýmislegt sem við þurfum að láta okkur hafa. Og það viska, minn kæri vinur, að vera á þeim stað, að sjá þetta réttum augum, og þá segir maður getur hvort þið ekkert gert. Akkur vera að láta mæða sig einhvað sem maður getur hvort þið engu breytt Maður verður bara að takast á við þetta. Og það eru margir sem gera það og ég einn af þeim mönnum sem hefur gert það. Þannig ég ekki mikið að hugsa þetta og neitt þannig. Og þannig það nú yfirleitt verið það hjá manni að maður hefur ekki mikið verið að láta tíðaranda þannig sé hafa áhrif á sig, ekkert svo leiðis. Þetta gerir hann það er náttúrulega óhjákvæmilegt með einhverjum hætti. En að stjórni mann og stýri, það hefur aldrei verið í mínu lífi. Og það má segja að það sé ákveðin gjöf að vera á þeim stað. Og þetta eitthvað sem að maður hefur bara áunnið sér með tímanum. Með hugarfæri sínu. Með bara, kannski rétt síni. Ef eitthvað, já. Það getur alveg verið og hún hefur náttúrulega aukist allan helming þegar maður fekk styrk frá lifandi Guði sjálfum í sitt hjarta. Þá horfir maður bara til hans og hann horfir á móti og talar til manns
og það skal alltaf vera einhvað sem er uppörvandi. Hann segir við mig, Konráð, þetta verður allt í lagi. Hann segir þetta oft við mig og það hefur hingað til verið í lagi. Ég man alltaf þetta því þegar ég fekk þetta COVID, þá vissi ég alltaf að ég myndi sigra þetta, bara alveg frá fyrstu tíð. Ég vissi það að ég kæmi aftur og kæmi heill í gegnum þetta. Og það er orðið nokkur mánuði síðan ég kom heim og ég er eiginlega svona 99% kominn með allt aftur það sem ég hafði, afl og styrk. Og hann sagði mér þetta, Konráð, þú færð þetta allt tilbaka. En hann sleppti mér ekki við að fá þetta, ég veit ekkert af hverju það var. En svona bara er þetta líf. Allt getur hent alla. Ég hefði getað farið í blússandi fílu við Guð. Af hverju vendaði mikið og allt það. En til hvers er það? Þegar að Drottinn segir sjálfur að allt geti hent alla, af hverju er ég þá eitthvað undanskilinn því? Ég er það ekki. En hann hefur hlýtt mér við mjög margt. Og hann gerir það við okkur öll. Að því við erum hans menn og hans konur. En það er ekki, það er mér sagt að við sleppum við alla hluti. Það er nú bara því miður þannig. En við getum samt byggt okkur upp í trúnni. Og þar sem við erum, þar getum við látið gott af okkur leiða. Ef við bara leyfum Drottni að nota okkur þar sem við erum. Ef við erum sjálf bullandi reið þar sem við erum, að þá er nú ekki mikil uppbygging hjá viðkomandi einstaklingi. Hann er bara reiður. Og reiður er alltaf svona frekar leiðinleg manneskja. Ekki eitthvað sem við drögustum að. Sér manneskjan reið og bitur, þá er það nú yfirleitt þannig að menn svona vilja nú frekar forðast slíkt fólk, heldur en að dragast beint að því. Þetta er eitt af því sem við erum með allt í kringum okkur. Og við auðvitað kannski reynum að koma því þannig fyrir að þessi reiði sé nú ekki svona alltaf. En við getum nú ósköp lítið gert. Því oft er þetta komið upp svo staða að það er komin bara þrjóska í allt saman og það verður ekki við neitt ráðið. Menn eru bara ákveðnir því að vera á sínum stað. Og svo má ef þú vill vera þeir venjist þessu ástandi sínu og þeim svona strangt til tekið fyrir bara líka þokkalega við það. Það er svo margt sem getur gert hjá okkur fólki. Þeir vilja refsa sjálfum sér, það er nú eitt, þó þeir ættu ekki að gera það, en þeir vilja það að þeir eru orðnir svo vanir því að refsa sjálfum sér. Er þetta ekki einkennilegt? Þetta er mjög einkennilegt, en svona er maðurinn. Hvað erum við að sjá þarna? Við erum að sjá veikleikan. Við erum að sjá byrðarnar sem menn leggja á sjálfa sig oft á tíðum af því sem þeir eru að gera. Er þetta rangt hjá mér að segja að til sé fólk sem refsar sjálfum sér? Ætli maður hafi nú ekki oftar en einu sinni gert það sjálfur. Ég reikna með því. Þannig við erum öll á þessum stað. En það er jafn rangt þó ég geri það eða þú. Þá á enginn að refsa mér fyrir það sem ég hef ekki gert. Og ég á heldur ekki að refsa sjálfum mig fyrir það sem ég hef ekki gert. Og Guð farði mér frá því að gera það. Þess vegna erum við að tala Drottinn. Við erum að fræða okkur Drottinn. Hann segir mér, Konráð, sjáðu sannleikan í þessu öllu saman. Hann er sannleikurinn og hann kennir sannleikan. Og ég vil læra og nema af sannleikunum, ekki lyginni.
Hún er líka þetta, hún vill kenna. En hverslags kennslu er hún að kenna? Allavega ekki kennslu sem að segja mér að ég er að forðast lygina. Því hún otar henni og heldur henni að mér. Það er í lyginni, það er í blekkingunni sem menn vilja refsa sjálfum sér. Kannski vegna þess að þeir finnist þeir sjálfur vera svo rosalega vondir menn. Þarna erum við komnir að enn einu sem er að plaga mann og annan. Já, kannski bara í kringu þig. Og þú veist ekkert hvernig ástandið er því að þú sér aldrei neitt nema brosandi manneskju. Með hjálm, einhvern hulið hjálm yfir sér sem að sést ekki neitt í nema bara brosandi andlit. En á bakvið þetta allt saman er eitthvað allt annað. Myndum við segja slíka, hvort sem það er ég eða þú, að við værum og lifuðum í sannleikunum. Það sér hver maður að svo er ekki. Við þurfum líka að segja okkur sjálfum sannleikan. En það er aldeilis ekki þannig sem allir lifa. Sjáuð ekki enn og aftur myndin af því að hversu brýnt er að boða Guðs orð. Þetta eru orð sem við erum að tala um hér, sem blasir við okkur og það þrætir raun og veru enginn fyrir þetta. Annarkvort er hann þessi manneskja sjálf eða hann þekkir einhvern í kringu sig sem er það. Og hvað á þetta að stoppa? Það stoppar ekkert, minn kæri vinur, fyrir en að Drottinn kemst að. Og meira að segja eftir hann er komin að, þá getur þetta haldið áfram. En Drottinn er komin inn og það er góð sviti og hann gerir það sem þarf til þess að við komumst á þann stað að við förum að takast á við þessa hluti. Þegar þeir eru allir í okkur. Þeir eru ekki utan að koma til. Þeir eru í okkur. En Drottinn segir þetta þarf að fara út. Og hann vil opna leiðina til þess að þetta geti farið sem hraðast út. Og það er vinnan sem í boði er fyrir hvort sem er mig eða þig. Og erum við tilbúin í hana? Ég veit allavega að við erum tilbúin í það að losa okkur við draslið. En hvort við áttum okkur á því að til að losna við þetta drasl þarf að vinna. Bara eins og þú tekur til í herbygginu þínu eða íbúðinni þínu, það er vinna. En þér finnst þú hafa staðið nokkuð vel, þú ert búin að gera allt hreint og fínt og meira að segja færðu gest til þín og það segja óskaplega hreint og fallegt hjá þér. Já, ég var nú að taka til. Ertu kannski pínlítið stoltur og það er allt í lagi. Allt í lagi að vera stoltur af sjálfum sig fyrir það að vera að vinna góð verk. Þetta er gott verk. Og það er líka gott verk þegar þú ferð að taka til í þínu eigin hjartatetri. Og þá með tímanum ferð að hætta að refsa þér. Til hvers ert að refsa þér? Ég svaraði því. Ég held þú vitir það ekki. En þetta er einhvern veginn orðið þér tamt að refsa þér. Líklega til að byrja með voru þessi orð töluð til þín. Þú ert ómögulegur, þú ert ómöguleg. Ætlar ekkert að gera neitt rétt í lífinu og svo framvegis. Þetta eru orð sem sumir búa við. Og við sjáum að þetta getur sest í sál mannsins. Þetta getur hrykt hann, þetta getur sært hann og fá hann þetta endalaust yfir sig. Þá meiðir þetta mannin, þetta skemmir mannin. Og hann sest bara niður þar sem hann er og byrjar að refsa sjálfum sér því hann er farin að trúa þessari þvælu. Hann sé svona óskaplega vond manneskja. Svona getum við nú farið hvort með annað. En Kristur er til þess að lagfæra þetta. Hann vill að við göngum fram
Hann gefur okkur alveg aðferðina. Fram, eins og hann vill að við göngum fram, og þá fer eitthvað að brotna í fólki sem að þú hittir og ferð að tala við. Þannig erum við hvort fyrir annað. Þannig erum við að vinna góð verk í hvoru öðru. Og það er það sem Drottinn vill. Hann vill etja þessu að okkur. En hann horfir alltaf í gegnum þetta, í gegnum svona verk, í gegnum orðið sitt. Akkurri, til að ég sjái að þar er lykill. Og hvað merkir það? Ég fer að skoða það sjálfur. Það merkir það. Það er góð sviti, minn kæri vinur, að vera með orðið uppi. Sjáu þið ekki af þessu hvernig heimurinn er algjörlega öndvertið þetta. Enda er það satt og sannmæli þegar við segjum að hann er löngu búinn að bulla sig í hel. Það er bara þannig. Við eigum orð Guðs. Og Drottinn heiðrar okkur fyrir það að við höfum valið það umfram þetta sem er dautt. Lífið er í orðinu. Það býr þar. Og allir menn, hver sem er, þurfa á þessu orði að halda. Og ég viðurkennir það fyrstum manna að ég þarf á því að halda. En einu sinni taldi ég mig ekki þurfa á þessu að halda. Og hvernig átti ég að hafa ykkur á skoðun á því sem ég þekkti ekki neitt. Það er ekki takt að tjá sig eitthvað sem maður veit ekki hausnis borð á. Og ég var einu sinni eins og þú, ekki með Guð í mínu hjarta. Og hvernig átti ég eitthvað að vera að snúast í kringum hann, ekki vitandi neitt hann, en ekkert á mínu valdi að vita neitt hann. Hann kom. Hann þekkti mig að fyrra bragði, eins og segir í orðinu. Hann kom og síðan hefur við gengið saman. Þannig hefur þetta verið og þannig er þetta líka hjá þér. Og þannig verður þetta hjá öllum sem að taka við Guði að hann kom að því að hann þekkti okkur að fyrra bragði. Hann vinnur í öllum, alltaf, allstaða. Hann nær einhverjum á hverjum degi líklega. Og þess að ég hafi hugmyndu það. Jú, ég trúi því nú að svo sé, við vitum ekkert hvar Guð er að starfa. En ég sem einstaklingur get látið gott af mér leiða og Drottinn hvetur mig auðvitað til að láta gott af mér leiða því að ég er undir þessu góða. Í Guði þá er ég ekki lengur undir afli vondra daga. En ég get alveg verið það. Þá þarf ég líka að toga upp aftur þetta fallna hold með allir í sinni uppgjafa hugsun, öllum sínum neikvæðu pælingum og vonleysi sem er endalaust að dragast yfir okkur. Þetta er ekki til í Guði. Þess vegna líka horfir maður bara á þessa tíma sem eru núna. Ég bara, lifi bara mínu lífi. Ég veit af þeim, veit þeir eru þarna og þeir hrella mig ekki neitt. Er þetta hægt? Ég er að tala einn sem að gera þetta, já. Og ég kalla Drottinn mér til vitnis að þannig í raun og veru er þetta. Þú getur líka verið á þessum stað. Þú getur líka verið á þeim stað að þetta er allt saman mæðir þig alveg svakalega. Einu sinni enn maður. Til hvers er það? Hvað ekki breytist með því? Ekki neitt. Nema bara þér líður enn verr. Og kannski nóg fyrir. Nei, vinir, við þurfum að vera með orðið og vörum okkar. Við þurfum að einhenda okkur í að byggja upp samfélagið, byggja upp trúna í hjartanu, því að trúin er nauðsynleg. Þannig er það og þú veist þetta og jafnvel og ég. Trúin er nauðsynleg.
Og við vitum alveg hvernig við eigum að gera þetta. Við vitum hvað þarf til þess að þessi trú, nauðsynlega trú, verði það sem hún vill verða í okkur, öflug. Við gerum verkin á hverjum degi sem að snúa beint að Guði. Og svo getum við, þegar við erum búin að sinna því, farið og gert það sem við viljum. Leiti fyrst ríkis míns og réttlætis, þá munum við veitast þetta að auki. Þannig að við sjáum það að hann ekkert að banna okkur neitt. En þetta svo forgangsröðun sem hann setur fram. Förum við eftir henni. Já, ég allavega reyni það, já. Ég trúi því að þú reynir það líka. Hvernig hefur tekist það? Já, þú svarar því. Ég þarf ekkert að vita það og hef enga hugmynd það. Hvernig hefur mér tekist það? Mér hefur tekist það alveg bærilega. En þá var ég að vitna það áðan að svona þessar kringumstæður sem eru uppi núna, þær hafa engin áhrif á mig, mitt líf. Hefur nú ekki gert það. Maður heldur bara sinni ró og eins og ég segi, lifi bara áfram mínu lífi. Það ekki mæðunni fyrir að fara allavega í þessu ranni. Og ég bið það að svo sé einnig í þínu ranni. Og við sjáum að það mikilvægi þess að við boðum orð Guðs, tölum orð Guðs, séum undir afli orðs Guðs, því við getum það. Það fyrir okkur. Nú er dagur þar sem þetta getur verið uppi á. Og hvernig líst okkur á það? Ég veit alveg okkur líst vel á það. Það engin spurning. En þá skulum við líka bara stíga skrefin sem þarf til þess að þetta verði það sem við þurfum í hendi. Það enginn nema ég sem gerir það fyrir mig. Þannig það fullt af verkum sem ég þarf að gera til þess að fá til mín það sem ég að biðja um. Ég vil meira af Guði. Og ég veit að þú tekur undir það fyrir þig. Og þú getur auðvitað tekið undir það líka fyrir mig. En ef þú tekur bara undir það fyrir mig, þá hvað á það að gagnast þér? Þarft þú ekki að byggja upp þitt líf í Jesú nafni rétt eins og ég? Já, það liggur alveg ljóst fyrir að það er jafnt á komið með okkur. En þú getur auðvitað fagnað yfir því að mér gangi vel, en þú getur líka alveg fagnað yfir því að þér gangi ekkert síður vel. Þannig á þetta að vera. Okkur á að vegna vel í Jesú nafni. Það er ekkert upp á drottin að klaga. Við höfum enginn á okkur neina höng upp á bakið á honum og aldrei. Og það getur verið auðvitað líka styrkur að við eiga þessa hugsun hrein og tæra. Þannig að við höfum verk að vinna, minn kæri vinur. Það er að koma jól. Og jólin á morgun, það er þolllákur í dag, blessaður þolllákur. Og ég sakna nú svo lítið skötunar að maður ekki lengur í skötuveislu. En kannski á næsta ári. Þá förum við og fáum okkur skötu. Þetta svona það sem maður hefur gert bara, ég veit ekki hvað lengi maður. Mjög lengi, en ekki núna í 2-3 skipti. Þá hefur þetta allt saman legið niðri. Söknuður, smá, en engin áföll. Maður bara fær sér eitthvað annað sem er jafn gott. Og alltaf með veislu náttúrulega þegar maður að stúsast í þessu Guðs orði og bara veisla. Andleg veisla. En svo viljum við líka kannski fá skötuveislu. Hún er fyrir holdið okkar. Magan og meltinguna. Þarf að vera með. Þannig við höfum úr alls nægtum að móða. Eða ekki annars rétt. Ég bara segi það fullum fetum, jú, við höfum það. Ég hef það.
Ég þakka Drottni fyrir það að loksins kann ég með peninga fara. Ég er reyndar búinn að vera undir þessu afli núna í líklega 15-16 ár. Og ég segi enn og aftur, aldrei aftur til hins staðarins. Ég ræði öllu um það. Alveg eins og ég réði öllu um það að koma staðan út. Hefði ég ekki tekið ákvörðun, þá væri ég ennþá bara á sama staði ég var og sennilega þetta leyti orðin alveg bara á síðustu krónudrópunum. Staðan er ekki þessi. Því að Drottinn kenndi mér að umgangast peninga. Kannt þú að umgangast peninga? Veit það ekki, en ég bið það að þú kunnir það, því að það er lykill að ákveðinni velgengni. Og þannig bara er það að þú þarft á aurum að halda. Og það er ósköp notalegt, segi ég þér, að eiga einhverja sjóði sem maður getur gripið í ef eitthvað klikkar hjá manni, og þannig er það nú bara með þessi tæki og tól að þetta gengur allt úr sér. Og mér finnst það frábært að bara, já, þetta er farið og ég bara skýst út í búð og fyrir að kaupa það. Þarf ekki að bíða neitt ef ég vil það ekki sjálfur. Þetta finnst mér ósköp notalegt. Það var vegna þess, og ég þakka Guði fyrir það og tek hann mér til vitnis. Það var vegna þess að hann komst inn í málið. Ég var fyrirstaðan fyrir hann að komast inn í þetta mál. En svo gaf ég mér. Þá stóð ekkert á honum að hjálpa til. Og hann er að bíða eftir því að þú gefir þig. Hver er staðan? Ertu bara ákveðin í að gefa þig ekki neitt? Já, þú ræður því alveg sjálfur. Það getur enginn skikkað í að gefa þig og vilt það ekki sjálfur. En það er nú verra ef þú ert að hindra Guði í að gera það góða og besta sem að gæti fyrir þig komið. Aftur sjáum við veikleika manna, að hann er algjör. Veikleiki minn og þinn er algjör, en styrkurinn allur býr í Guði. Þetta er það sem maður hefur lært. Þetta er það sem maður hefur viðurkennt. Og þetta er það sem maður gengur út á, frá degi til dags. Trú þín hefur læknað þig. Trúar þessu. Ég bið að Guð til Guðs að þú gerir það, já, og ég trúi þessu. Og ég hef reynt þetta oftar en einu sinni. Að svona er þetta. Trúin læknar okkur. Trúin læknar hugan, hugsanir hjartans, og þær verða æ oftar guðlegri. Og guðlegar hugsanir, í því býr engin illska. Og þá vaknar og lifir alltaf vonin með þér. COVID, já, slæmt, en það skal ekki hafa áhrif á mitt líf, daglega líf, getum við sagt. Og þetta er hlutskipti þeirra sem þannig taka á málum í Jesú nafni. Engin örvænting, engin svoleiðis vonbrigði að bara að það er ekkert líf í neinu. Ég vil ekki vera þar. Ég alveg svo þú get alveg verið það. Þannig að maður velur. Maður velur góða hlutskipti. Rétt eins og María sem settist við fætur Drottins. En systir hennar fjargviðraðist við hana að hún væri ekki að hjálpa sér, heldur að hlusta á Jesú. Og Jesú sneri sér að henni og sagði, María, Marta, Marta, þú mæðist í mörgu, en eitt er nauðsynlegt. María valdi góða hlutskiptið og það verður ekki frá henni tekið. Hann er að tala við þig. Segðu bara nafnið þitt þar sem nafn Maríu kemur fyrir. Það verður valið góða hlutskiptið og þú hefur valið góða hlutskiptið þegar þú hefur valið að ganga veg Drottins. Í dag, já. Þú gekkst hann í gær, en það var í gær. Þú þarft að ganga veg Drottins í dag.
Og þá ertu María sem settist við fætur drottins. Hún er svona myndin fyrir allt mannkyn af þessum atburðum. Þannig að þú ert María, hvort þú ert kallaða kona, þegar þú gerir þessi verk drottins, eða ekki? Já, út frá orði Guðs, jú, þá er það svarið inn í málið. En ég veit nú ekki hvað ég er búinn að tala lengi, það er sama saga með þetta, maður sér ekkert á neina klukku. En ef ég ekki að segja þetta gott bara, þetta er orðið ágætt hjá okkur í dag og Konráð, hún að þau þurft að þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki drottins áfram.